Já, Ari, fóruð ekki langt með að tryggja ykkur inn í úrslitakeppnina með þessu sigri eða? Já, við allavega náðum smá yfirhönd á Keflavík allavega og góðu sigur og við svona ekki kannski örugt, það er alltaf fulla leikjum eftir, 5 leikir en þetta er allavega gott skref. Svona þitt mat á þessu leik, hvað var það sem kom ykkur yfir svona í heildina litið? Já, náttúrulega Karisma átti glimrandi leik og svo bara gekk upp svona það sem við ætlum að gera. Náðum að stoppa að mér fannst báða kanana hjá þeim og svona allt þetta mikilvæga sem þær er svolítið að treysta á. Við náðum svolítið að koma upp fyrir að þær nýttu sér það. Það sem er svona framöndan í ykkur, hvað er þið bjartsýnir á framhaldið? Þú veist, eru leikmannamál í góðum standi og allir því? Það er búið að vera mikið meiðsli og veikindi hjá mér og í þessu landsliðsbreyki þá náðum við ekki 10 manna æfingu. Nú segja þið byrjuð öll þetta merki hér að þér. Hvað getur þið sagt okkur frá þessu? Sem sagt, Karisma, útlendingurinn minn, er á kærasta og hann á 2 tvíburasystur, eða sérst eina tvíburasystir, það eru 2 og önnur þeirra greindist með krabbamein í höfði. Ég held hún sé bara 10-11 ára gömul og við bara ákveðum að stíga henni í þessu og gerðum þessa bóli og sendum henni ból og nokkra fleiri út líka systurna, þannig að við verðum með öfluga valsmenn í Ameríku.